Mælendaskrá Íris Lind Sæmundsdóttir og ég ætla að loka mælendaskrá þennan lið á meðan hún talar. Kærar þakkir, ég ætla að reyna að vera mjög stutt orð. Þetta búið að vera ótrúlega fróðlegt hérna þennan tíma sem við höfum starfað saman. Ég búin að læra tíma þolfall, notkun hornklofa og ná stöðu í íslenskri málfræði og áfram held ég muni læra ennþá meira. Ég ætla að þakka Katrínu Fjellsteig fyrir frábæra kynningu og góðar tillögur frá nefnd B. Ég ætla að nefna nokkur atriði sem að mig langar að gera sérstakar athugasemdir við. Í rauninni kannski ekki rosalega stórar samt, en í 7. grein þar er talað þessa lækkun á starfskjörum til forseta. Ég velti fyrir mér hvort að við þurfum ekki þá líka að skoða samskonar ákvæði til verndar fyrir dómara. Að það skuli þá vera sérstaklega tilgreint að ekki megi lækka launakjör þeirra þar sem að það er nú ekki síður mikilvægt að þeir njóti verndar gagnvart framkvæmdarvaldinu þegar að kemur að ákvörðun launakjöra þeirra til að tryggja sjálfstæði. Varðandi 8. grein eið forseta, þá held ég kannski að væri rétt að huga því að samræma þarna orðalag til samræmis við það sem er í 17. grein alþingismenn. Þar segir vinna eið að stjórnarskráni. Akkur að forseta undir þetta, er þetta ekki bara eitthvað sem að það er örugglega átt við að nákvæmlega sama í þessu tilviki. Í 9. grein þá velti ég fyrir mig varðandi valkost 2. Væri ekki rétt að þjóðin gæti líka átt frumkvæði að þjóðaratkvæðagreiðslu? Það er sem kalla eftir henni. Ég velti svona fyrir mér hver aðkoma þeirra ætti að vera varðandi það að krefjast þess að forseti verði leystur frá embætti. Og svo samræmis svona ábending að gæta þarna samræmis við orðalagið í 19. grein friðhelgi þingmanna. Þar segir að ekki má setja alþingismann í gæsluvarðhaldi eða höfða sakamála hendur honum. Og kannski bara svona hafa þarna innra samræmi. Og nú ætla ég að vera rosalega róttæk fyrir nokkra vini mína hér og í 13. grein. Þar er verið að leggja til að frumkvæðisrétti forseta til framlagningar þingmála verði aflagður. Þá langar mig að benda á að nefndin skoði sérstaklega frumkvæðisrétt ríkisborgara ESB sem heitir á ensku Citizens Initiative. En það er nýtt úrræði sem kom inn með Lissabonsáttmálanum og heimilar tilteknum fjölda ríkisborgara ESB-ríkjana kalla eftir því að Evrópuþingi taki málefni til skoðunar eða að eiga frumkvæði að lagasetningu eða krefist þess að það verið skoðað allavega. Og ég held kannski að við ættum að huga því að skoða það aðeins betur. Og ég veit að hér menn mér á vinstri hönd eru mjög sammála mér þetta. Svo ætla ég að taka undir með Katrínu varðandi 16. grein. Ég held sem mjög mikilvægt að við tryggjum það varðandi lagabirtingu, þannig sem við segjum að lögum og fyrirmælum og aldrei beita fyrir eftir birtingu þeirra. Ég held að verði mjög mikilvægt að við tryggjum það í ákveðnu tilvikum sé heimilt að beita lögum án þess að þau hafi endilega verið birt. Bæði á grundvelli samþykki einstaklinga í lögskiptum sín á milli og eins líka ef er að ræða lög sem eru ívilnandi fyrir borgarana. Þá er mjög slæmt að það sé ekki hægt að beita þeim fyrir að þau hafi verið birt með formlegum hætti. Við þurfum að skoða það aðeins, en annars hjartans þakkir.